koma inn á enn einn hádegisfyrirlesturinn í röð félags fornleifafræðinga og námsbrautar í fornleifafræði við Háskóla Íslands og Suðurminjasafnsins. Í dag ætlar Margrét Hrönn Hallmundsdóttir að segja okkur frá rannsóknum sínum við Arnarfjörð, en áður en ég hleypi henni að þá ætla ég bara að benda ykkur á að dagskrá þessara fyrirlestarraðar liggur hér útprentuð, þannig að þeir sem vilja geta tekið sér eintak, en hún auðvitað líka að finna á heimasíðu félagsins og örugglega einhvers staðar á heimasíðu Háskóla Íslands. En Margrét, gjörðu svo. Þú sagði þessi tónlist er ekki frá mér. Ég veit ekki alveg hvað er í gangi. Ég á kannski að syngja þetta. En mikið vænt að sjá hvað koma margir á föstudegi. Við þurfum að breyta þessu aðeins út af færð. Við erum á árið er ansi mikið lokuð fyrir austan þessa dagana. Og ég ætla aðeins að fræða ykkur rannsóknina mín. Músíkina, ég var ekki að syngja það. Ég ætla að reyna að vera snögg, ég veit að þið eruð í hádegishlé og reyna að segja ykkur aðeins frá. Já, og píanóleikurinn heldur áfram, það er alltaf lægt. Rannsókn mín Arnarfjörður á miðöldum hefur staðið yfir frá árið 2011. Hún fór rólega af stað með ekkert fjármagn og hefur smám saman vaxið svona með tímanum og styrkjum og svona sem við höfum getað fengið, sem hefur gert þessar rannsóknir möguleika. Og það eru náttúrulega ekki allir sem hafa hlustað á fyrirlestra mína þessar rannsóknir, en það sem ég ætla að fara aðeins yfir það sem við höfum verið að gera, svona til þess fyrir þá sem hafa ekki komið áður. Ég held ég hafi talið tvisvar um þetta. Þetta er Hrafnseyri, séð úr dróna, og síðan 2011 þá hefur náttúrulega ýmislegt komið í ljós að við erum að grafa á 2 bílum eins og er. Hérna ég segi einhver mynd af þessu eftir, þetta er mjög breiður garður og hvort þetta virkisveggurinn getur náttúrulega ekki fullyrt, en það er sagt frá því Hrafnssögu að Hrafn hafi haft mikið virki í kringum húsi, en hérna liggur garður sem er 2 metrar á breidd og hann liggur hérna inn í kirkjugarðinn. Og ég sá þetta því það hafði verið svo heitt sumar 2011 og það var dautt grasið á mjög reglulegu millibili þarna í túninu. Og þá kom ljós að það voru steinarnir úr undirstöðunum. Þannig að ég gerði könnunarskurð og sýni ykkur myndir á því á eftir. Hérna var svo jarðhýsi, líklega frá 10. öld, mjög stórt jarðhýsi. Erfitt náttúrulega að aldursgreina það, við vitum svona næstu því hvenær jarðhýsin voru í notkun, og svo fann ég brot á Klebergspotli inn í því. Það er 9 metrar á lengd og mjög mikið niður grafið. Og það var þarna að sést aðeins að lokurinn á því þarna í túninu. Svo á öllum þessum svæðum, í rauninni í öllu túninu, öllu þessu svæði er minni á járnvinnslu. Og það er greinilegt að þau hafi verið að vinna járn. Aldursgreiningar benda á frá lokum 9. aldar og fram til 1000. Það sem við höfum nátt aldursgreina á þessu, þannig að þeir eru að gera járn þarna mjög snemma og eru að nota rauninni allt svæði. Það er eiginlega alveg saman hvar ég opna þarna. Það kemur alltaf kolsvartlag og kolagraðir. Og þetta er bendir á hvað umfang járnvinnslunar. Þetta er svo kirkjan á Hrafnseyri, hún sést mjög vel. Þannig ég búið að slá þarna, en þetta er svona hvítt. Og þið tækið eftir því þarna hvað hún er skökk inn í þessum ferkantaða kirkjugarði, sem er ekki mjög algengur. En aldursgreiningar frá úr gröf í þessum kirkjugarði benda til þess að sterkustu líkur að sá einstaklingur hafi dáið 1030 en einhvers staðar á tímabilinu 1000 til 1200. Hérna er svo hinn meinti undirgangur sem ég ætla að fjalla aðalega í dag. Og þetta er þær 3 holur sem ég hef gert. Og hérna við gerðum það bort hérna í sumar, af því hérna séu að kirkjugarðin, hérna er inngangur inn í kirkjugarðin, og ef við skoðum það regluna á þessum gömlu kirkjugörðum eða húsin, þá voru þeir náttúrulega svolítið nálægt alltaf, þannig að ég hef sterkan grun að skálinn einhvern tímabil hafi verið hér. Og það er líka maður, faðir bóndan sem er á Auðkúlu, hann tók flestar grafirnar þarna þegar fólk var ennþá í Arnarfirði og það var ennþá í jarða, að hann sá alltaf mannvistarlög í kirkjugarðinum hann tók grafir. Þannig að það er eitthvað mikið á þessu svæði.
Við gerðum svo bor, hérna rannsóknir og fundum þess að torf frekar djúpt niðri. Mjög líklega örkjartorf. Þetta svo þessi garður. Þeir hafa náttúrulega, ég get ekkert sagt að þetta sé virkisveggur, hann 2 metrar breitt og svona voldi í stein og hérna sjáu þeir þetta hann byggður ofan á járnvinnslu, leifarnar eftir járnvinnsluna sem voru allt. Þannig að hann byggður síðar og mjög völdur og þessi steinar halda svo áfram út túnið og inn í kirkjugarðinn þar sem núverandi kirkja er. Og mér finnst þetta mjög athyglisvert, þeir geta svo sem líka hafa verið að gera flott á túngarðinn, það ekki það. Þetta svo kirkjugarðurinn og það eru til heimildir sem greina frá því að það skjal undirritað við hinn forna kirkjugarð á Hrafnseyri 1450. Þá þetta orðinn hinn forni kirkjugarður. Þannig að aldursgreiningarnar benda þetta líklega miðaldan kirkjugarður og hefur alveg örugglega verið komin úr notkun 1450. Og kirkjan færði þetta við hliðina. Og þetta mjög flott og mjög greinilegt. Ég ætla að beina athygli ykkar að þessu svæði. Þessi undirgangur. Hérna þess að beinið sem var mjög rosalega léleg varðveisluskilur beina í þessum garði og það var í rauninni bara smá partur kjálka eftir í eða höfuðkúpu og eyrnabein og eitthvað og ég gátt að láta aldursgreina þetta og hérna niðurstaðurnar. Þetta aldursgreiningar. Hérna eru svona nokkra myndir af í rauninni járnvinnslusvæðinu á Hrafnseyri. Þetta tekið í rauninni út allt hérna í kolagröfin. Hinn kolagröfin sem var mjög nálægt jarðvísinu en hafði verið fyllt af rusli líklega úr jarðvísinu. Þannig að það virðist vera að kolavinnslan og jarðvinnslan sjá undan búsetu. Allavega fannst perla ofan í, 10. aldar perla ofan í ruslinu sem hérna ofan í þessari kolagröf. Hér. Og þessi leifar á ofnum. Það voru 5 ofnar á Hrafnseyri sem búið sem á tiltölulega litlu svæði. Og þetta hérna svo teikning af jarðvísinu og hérna kolagröfin, hérna kolagröfin, og svo eru ofnar hérna í kring. Þetta Klebergspotturinn, góði, eða skjálftið á honum. Og svo þetta bara mjög dæmigerðir gripir sem finnast í jarðvísum sem fundust og Lúmveitaknum Kleberg, nei, hvað heitir það? Járnsteinar. Það er augnast. Nú ætlum ég að fjalla aðeins, þessi fyrirlestur átti að vera aðalega þennan undirgang og svo það sem við erum að gera á Auðkúlu, þannig að þetta var svona aðeins upprifun það sem við gerst á Hrafnseyri. En örnefni undirgangur, það er mjög gamalt á Hrafnseyri og það er lagið í túninu með framkvæmlega kirkjugarðinum, það hefur alltaf verið. Og svo bara munnmæli sem herma að synir Hrafns hafi gert undirgang úr skál og fram í bakka. Það er ekkert skrifað þetta eru bara munnmæli. Og svo það þessi maður sem þetta kemur fram í bókinni hans Böðvars að það var maður sem bjó á Hrafnseyri, hann líklega fæddur 1850 svona, maður getur giskað á það. Hann hafði komist 2 fit inn í gangnamöran sem var samfallinn fyrir 1900 sem barn saman. Og í rauninni fyrst hélt þetta væri bara svona einhver þjóðsæði, þetta var svo langt og fannst einhvern veginn ótrúlegt að ég held að það væri bara svona einhver rás í túninu sem að fólk hefði bara búið þess að sögu til En fjallkönnunin bendir á að úr báðum mælunum að það er eitthvað þarna. Þannig að við ákveðum að rannsaka þetta. Þetta var 2014, bara fyrsti skurðurinn. Og hérna sést vel torfið. Og hérna sjáum við lag sem ruslalag. Sem virðist fylla þessa dæld. Sem hinn meinti undirgangur. Og það sem í þessu ruslalagi, það ekkert svona eins og nýtt. Þetta bara kol og brennbein og óbrennt og í rauninni það sem þú finnur í mjög gömlum ruslalögum. Það ekkert svona, það var enga krítapípur eða neitt til að skemma fyrir. Þannig að það er ljóst að fólk fyllir upp í þessa rauf, það fyllir mjög snemma upp í hann. Og svo ákváðum við, að þetta var komið að halda áfram og hérna sjáum við 2016 og hérna sjáum við kirkjugarðurinn liggur svona og af því kirkjugarðurinn er friðaður þá þetta hrun úr honum, þannig ég gat ekkert snert það, þá var ég komin inn í friðað fornleifa. Þannig að ég gat ekki nema á þessum parti, að hérna var ekkert hrun úr þessum kirkjugarði,
gat ég hreinsa ofan á veggnum, en hann hérna undir. Hérna sést þessi grjót sem hrunið inn og þið sjáu að það torf beggja vegna og ég tala þetta þessu undirgang en ég fullir ekki þetta síðan flóttagöng. Þannig að tek það fram, en ég rosalega opinn fyrir öllum hugmyndum. Hérna sem sagt svo veggurinn sem í rauninni heill af því að kirkjugarðsveggurinn, nú gamla kirkjan hefur hrunið yfir hann. Hérna þetta allt útflatt og þorðið út allt. Og hérna sem sagt, og hann 70 cm, ég setti myndavélina mjög neðarlega og hann sem sagt 70 cm þar sem hann heiligur. Og þetta svæði sem voru skoða það hér, og hérna var fyrstu könnunarskörnum og hérna fyrsta svæði sem ég opnaði, en af því að þessi hérna hrunið ofan á, þá ákvað ég sem sagt í fyrra að færa mig frá þessum hérna. Þannig að ég opnaði annars svæði hér og hérna ekki nákvæmlega samílaðis. Torf, ruslalag og þetta hérna kemur í ljós. Þannig að við ákveðum, ok, þá verðum við að gá hvort við finnum eitthvað hérna, það lítur þá að finnast útgang á þessu. Þannig að við byrjum að opna þetta svæði og þá kom í ljós stór holdstaur með stórum drundi og ljósleiðri og svona skemmtileg fjarlæs akkurat hér. Þannig að við hoppuðum hinum með girðinguna og þar kom hann mjög dreiflega í ljós. Þannig að hérna sjáum við svona hvernig þetta lítur út og hérna sést mjög grænt til þess að það virðist leika auðvitað vatn hérna niður með þessu. Og lengi ég hélt þetta væri bara svona náttúruleg einhver svona rauf í svona landslæginu. Hérna sem sagt, það sem við erum búin að gera hér að hreinsa ofan á torfinu og hreinsa ruslalagið í burtu. Og þarna grjótið sem við farið inn í og hérna erum við búin að teikna það upp og fjarlægja, þannig að þetta lítur svona út. Það sem ég finnst ótrúlega að þetta gríðarlega langt, þetta 70-80 metrar. Og en ég hef velt fyrir mig ýmsu hvað þetta gæti verið, hvort þetta einhvers konar vatnsveita. Það svo sem engin merki það að við hefum mikið vatn verið að skolast þarna í allan með lagi sem var ofan í þessu. Ég held að maður ætti að sjá einhver merki það. En eins og ég segi, það hérna sjáu þessu skýrustu merkin. Það hérna með við girðingunni. Hérna þessi holdstaur og allt raskað þessum svæði í miðun. En hérna mjög skýr niðurgröftur og hérna ennþá. Hérna svona torfið, hann eiginlega að skýrast hérna, þetta örmjúkt, þetta kannski metr. Og hérna neðst, áður en ruslalagið fellur, alls staðar þetta ruslalag. Áður en það fellur niður, þá eins og sé torf. Það spurning hvort það hafa þá tíma fallið, það aðeins öðru sem þetta sem ekki. En hvað þetta að segja? Það eiginlega hægt að draga það á lúpuna, þetta sér einhvers konar manngert mannvirki. Það torf og grjót sem hlaðið beggja vegna og þetta grafið niður. Og síðan þetta fullt af rusli því greinilega hefur á einhvern tímapunkti menn ekki vilja hafa þessar rásarna í túninu og þeir fylla það með því efni sem að kannski verður til hraðast sem útmókstur úr eldstæði. Og þeir fylla allan ganginn með því. Og það sem svolítið athyglisvert að þegar maður tekur neðsta punktinn á hinum myndu göngum og tekur svo það sem að gólfið hefði verið í kirkjunni, þá 2 metra hæðarmunur á því. Þannig að kirkjan sem stendur líklega á svipuðum tíma, hún mikið hærri. Það náttúrulega búið að slétta þakseri fram og tilbaka með vélum og öðru. Þannig að maður getur ekki alveg séð horft á það í dag, en þetta þá bara eins og svona niðurgröftur. Svo spurning þetta flóttagöng og ég setti svona að þessu. Þetta allavega eitthvað manngert og ekkert nýlegt í ruslalaginu. Og kirkjan fyrir eiginlega 13-14 öldugarðinu fellur ofan á torfvegginn. Og svo hérna þessi 2 metra hæðarmunur og örnefni og rithimildur og munnmæli og allt þetta. Og svo þegar maður alltaf hugsa, maður kemur alltaf þessi efi sem að ég mjög mikið í. Og það heldur svolítið langt að fara að skriða 75 metra. Og hægt að gera svona leynigöngu á þess að það fréttist á stórbíli, það spurning það. Við höfum ekki fundið leynmerkjum stoðhólu, þá fyrir maður hvernig þessi strúktúrin ætti að hafa verið í þessu. Þannig að ég rosalega opinn fyrir öllum hugdettum annarra hvað þetta gæti mögulega verið. En ég fullyrði og get ekki þá fullyrt hvort að þetta séu fyrirmyndu flóttagöng sem getur verða til munnmæli.
En svo til annar undirgangur í Selárdal. Hann heitir sama nafni, hann náttúrulega frá sama tíma og þar svona, þú veist, maður sér það í snjó að það svona beinlína. Þannig að það væri voðalega spennandi að skoða hann, hvort hann eitthvað svipaður. Og þá það Auðkúla sem næstu bær við Hrafnseyri, sem alveg þekkir það. Norðanverða vestur eða ekki, við veitum hvernig þetta Maður kemur yfir Hrafnseyjaheiðina og þá Auðkúla til annar handar á Hrafnseyri. Og svæðið sem ég að rannsaka og hefur verið undanfarin ár, þetta Auðkúlubærinn sjálfur, þetta voru mjög margar hjáleigur alltaf á þessum stað. Og það eru fornleifar út allt af þessum, þetta var eiginlega, það var stundum kallað Auðkúluþorp. En þetta hérna heitir Partur. Hérna sem lækur og þetta kallað Partur, þetta svæði hérna, þetta var alltaf þrætupartur á milli Tjaldanes og Auðkúlu. En það var þannig í skjölum að þeir voru að skipta með sér nýtingu á þessu svæði. Það er getið það í jarðabókinni að það sjáist fjall og syndur á yfirborði og þeir segja að það sjáist til rústa þarna og þarna hafi líklega fornbíli verið. En það er mjög erfitt að sjá þessar rústir þegar maður á svæðinu. Nema maður sé búin að vera í mjög mörg ári fornbílaskönnum og sér maður þetta strax. En það er frekar auðvelt að sjá það á loftum. Hérna sjáum við þessi sagt. Þetta svæði heitir Skógrækt sem smám saman skrifað yfir allt saman. Alveg gjörsamlega farið úr böndunum út af árferðinni hjá okkur. En hérna sjáum við þetta jáþurstisvæði sem við erum búin að rannsaka. Þannig að fyrir ofan. Hérna svona gil við lækjum hérna tvær dysjar síðan á 18. öld þess að við fólk var talsokvið fyrir barni, fósturföður með fósturdóttur sinni. Þau voru dysir hérna mynd á bakkanum. Öskuhaugurinn framöndan skálan, hérna skálinn og öskuhaugurinn bara til að hengt niður hallan. Þetta svo skálinn, þið sjáu hann alveg hérna. Fjós líklega við hliðina. Ég var með bor og þetta virðist ekki vera, þetta verið jarðhýsaði þegar oft nálægt skálanum en það enga merki það eru torfveggi. Og svo þegar maður fyrir að skoða strúktúrinn á þessu þá mjög líklega líkur að þessi fjós við hliðina. Hérna sjáum við bænhúsin og kirkjugarðinn og þið sjáum aðeins móta fyrir því, sýningu betri myndræði. Þetta stór smiðja, við settum borinn gegnum þetta og það var mjög þykkt, kolsvart lag og þá kom alveg svona tjörulykt upp úr fornum. Það var mjög afgerandi og þetta stórt hús sem þessi smiðja og svo það mögulega kuml þarna sem eitthvað staðsett á sem annar bæjar. Sýningu betri myndræði því að hérna svo uppmælingin að þessu, hérna bænhúsið og kirkjan, fjósið hérna járnverslusvæðið, hérna lítið garður og hérna gumlið ef þetta kuml og smiðjan. Svo þetta hérna. Þetta svolítið athyglisvert, við fórum með borinn nokkra góða þangað. Þetta svona smá hækkun og það einhverjar rústir hérna inni í skóginum og hún tók eftir þessu hún Björk, samstarfskona mín og við fórum og settum borinn niður hér og þá kom gólflag í ljós. Og svo við skoðum þessa mynd, hún svolítið eldri, við kannum sjá svona bara sömu einkennin. Þetta hérna hús, líklega þetta skurður sem liggur niður af járnverslusvæðinu. Þetta virkar svo skáli hér, svo hérna við gerðum könnunarskuld í þetta eitthvað hús sem tengist járnverslunni. Hérna sjáum við, þetta hæðin sem við settum borinn í og fundum gólflag og þið sjáum aðeins að þessa mynd móta fyrir svona einhver ílöngu. Og þá fyrir maður að velta því fyrir sig að Smári var að tala þegar fólk að koma að það sé meiri þéttleiki. En þetta svona eitthvað sem verður þetta alltaf mjög athyglisvert að hafa þetta og hérna finnst mér að vera svona aðeins eins og Úlfsteinn sé svolítið ílöng. Hérna svo drónamynd að hérna sjáum við líka strúktúr. Það sést ekki þegar maður stendur á jörðinni þá sést þetta mjög ógreinilega. Hérna sjáum við svo í rauninni eitthvað hannarskurður í skálan og hérna sjáum við dældina sem í rauninni gólfið og hann liggur hérna í skálan sem við svo rannsökum frekar í sumar. Hérna sama lóðknipp í rauninni sem sína aðeins skýrari þessi var tekin 1970. Hérna sjáum við skógræktina hún að byrja
og þeir eru setja tré hér og nú er þetta að fara að flæða hérna yfir allt saman, bara í sjálf saman. Þetta járnlistarnöðkúlu. Hún var mjög, bara svona dæmigerð, allavega 4 ofnar, grófum eina kolagröf. Allt kolsvart og það sem er svolítið athyglisvert að við leggja niður torf áður en við byrja í járnvinnslu. Það eru nokkur lög að torfi lögð, þetta er það sko. Maður sér það þetta er sniðmyndir af því. Svo virðist þeir hafa farið, því í rauninni er þetta bara svona malar kampur hérna. Frá svona náttúrulega jörðu. Og við mætum 133 kíló af gjalli í vögnum þarna. Við safnum þessu gjallinu og virtum þetta. Þetta er svo veggurinn á þessu húsi sem ég sýndi okkur aðan, sem er líklega partur af járnvinnslusvæðinu. Hérna var mjög mikið af rauðu og járnkendu, hugsanlega rauðanum sjálfum. Þetta er geymsluhúsinu, eitthvað fyrir rauðinu. Svo er það bænhúsið, ég er búin að opna miklu heila brotum. Það sést, í rauninni sést það ekki mjög greinilega. Þú sérð einhver upphækkun og sérð að þetta er rúst og við gerðum könnuskurð. Og ég hélt þetta væri jarðhýsi eða eitthvað svoleiðis. Svo gröfum við mjóan skurð, það kemur torflag og kött og torflag og kött. Og þá hreinsaði maður upp köttinu og svo stóð ég upp og sagði bara ok, þá var það bara greinilega eins og grafir, en það var ekkert í þeim. Svo við ákváðum að opna stærra svæði, fórum að skoða þetta og skoða loftmyndir, þá sem það sjást ennþá betur það er einhver hringlaga strúktúr, en það sem málið er að hann er bara 12 metrar. Það fannst mann ekki alveg passa við það sem er yfir í kringum 20 metra og þetta er svo pínu lítið rúst akkurat í miðjum hringnum. Hérna er sú, þá var grafin þá kom svona eins og það var einhver breyting hér. Þannig að þetta er rosalega stór gríktalega, ég var tekið af, bara við náttúrulega jarðvegum er svona, en það var hægt að greina, það var eitthvað öðru sem hér. Það hugsanlega hafði verið einhver bekkir í það námsunum, það hafði aldrei komist meira en svona 6 í þetta litla hús. Og af því það kom aldrei neitt í þessum gröfum, þetta var mjög dæmigert, það var þetta torflag yfir, eins og maður sér í þessum gömlum kirkjugörnum sem er lagt fyrst og svo var kvökk í það. Þannig að ég fikk sérfræðinga norra til þess að koma og skoða þetta og hún staðfesti þetta að ef þetta gargar þessu önd þá er þetta líklega önd, sko. Hún sá ekki merki þess að þetta væri lítið bænhúsi og svo hún tók eina gröf þarna sem var líka tóm. En þú verður að athuga það náttúrulega bæði það að það getur hafa verið fjarlægt upp úr grófunum eins og við hafa sett stórt merki en líka að ef þetta er eins jarðvegur og er á Hrafnseyri og þá er varðveisla beina gríðarlega leiðin, sko. Því nú er hann ekki tennur. Þannig að þetta að vera með bein í þessu er alveg öðvöldumar, svo gríð. Svo opnuðum við, hérna sjáum við þessu aðeins. Hérna er bænhúsið og hringurinn og svo opnuðum við aðeins yfir skálann, þannig að við athuga í rauninni formgerðið á skálanum. Mér sýndist þetta að vera svona yfirborðið frekar lítill skáli, en svona, bjóstu þetta væri svona grilltóttir. Opnuðum 5 metra og þá var þeir 5 metra fullir af langeldi. Það náði eiginlega alveg hérna á milli, þessi langeldi. Og svo fórum við að skoða þetta betur og þessi skáli hann er allavega 27 metrar og hann gæti verið alveg 30 metrar. Hugsanlega nema að sé einhvers konar bygging þarna við endan á hann sem eru ruglega. Við getum náttúrulega ekki séð það fyrir, en hann er allavega 25 metrar. Og þetta er náttúrulega bara svona dæmigert, bekkir og veggir sig einhverju megin við langvöldin, en það kemur alltaf eitthvað skrítið. Það er þetta. Þetta eldstæði. Það er hér, á bekknum. Mjög spes. Og hérna í þessu eldstæði var þetta heill. Mjög spes. Hvort að þetta það er einhverja, við sáum á þessum 5 metra kafla sem við erum búin að grafa, við sjáum einhverja breytingar, það er ekki alveg hægt að sjá það fyrir maður grefur hann allan hvort þetta eru 2 fasar eða hvort það er eitthvað bætt við hann, en það er eitthvað að gerast þarna í öðrum útvögnum sem við vonandi erum eftir að átta okkur á þegar við erum opnað stærra svæði. En þetta er mjög merkilegt. Þetta er svona gróf teikning af þessu, ég er ekki búin að fullvinna teikninguna. Og hérna sjáum við þessu langveldinu bekkina og svo þetta eldstæði sem virðist svona í fljótbragði vera samtíma við notkunum á skálanum og ef þið hafið séð svona bara eftir að við veitum. Ég vil þannig ekki lesa það.
Svo er það þetta. Þetta er svolítið nálægt en maður á fylgja öllum svona, já, líkindum á hvar kumli eru, þá er það kannski svolítið ekki í túnjarði, þetta er nálægt skálanum. En þarna er steins, þið sjáum hérna, en þetta sást á yfirborðu og var greinilega eitthvað öðru, svo við tókum bara, þetta er bara mosi hérna yfir, þannig að við ákváðum að taka mosina af til að sjá hvort þetta gæti mögulega verið. Guðný benti okkur á þetta þegar hún kom að vinna með okkur og við tókum mosina af og þá kemur þetta ljós og við teiknuðum þetta bara upp. Þetta var á síðustu dögum við uppgröftinum og ég var ekki með neitt í rauninni til þess að fara í einhvern uppgröft á kumli á síðustu dögunum. Þannig að við í rauninni gengum bara frá og satt teiknuðum þetta og svo verður þetta skoðað þessu ári vonandi og hérna. En ég menna að þetta getur líka verið tilviljun, en það er mjög svona stöðufullt. Það var svona betra að vera vel undirbúin ef það skildi eitthvað koma upp úr þessu. Svo var það sem sagt borgarrannsóknin, hún leiddi í ljós þessa smiðju. Hún er frekar stór, svona, með smiðjur yfirleitt. Og svo fjósið við þeirra skálan, þetta er það sem kemur í ljós með borgarrannsóknin. Hérna er svo gripirnir úr skálanum voru mjög dæmigerðir, svona skálagripir. Þetta er bara brot af þeim 9 perlur á þessu 5 metra parti. Þetta hérna, við fundum 3 bita silfurbergi í skálagólfinu. Og það er búið að greina þetta sem silfurbergi. Þannig að mér finnst það mjög svona, þetta fallegu steinn, það er svona veltið fyrir þessu nótgrunni, hvort einhverja bara er að draga þetta heima við falla. Eða hvort þetta er siglinga áhald eða hvað sem það er. Þetta er alltaf fallið í steinar allt saman og virðist allt vera meira og minna í raðaði saman. Þó að það mást svolítið þá er það svolítið að sé af sama stein. Það hafi upphaldið verið samtidig. Já, ég held ég að náðu þessu á sómasamlegum tíma. Þetta er styrktaraðina rannsóknarinnar sem við erum mjög þakklátt fyrir að hafa sýnt þessu verki velvilja og við erum mjög spennt að halda áfram. Og svo náttúrulega er þetta ekki hægt með að þessu góða fólki sem hefur unnið með mér í gegnum árin og fær það besta þetta fyrir að vera frábæra samvinnu. Þannig að nú er bara að segja ég eins og lokið í bili og bara endilega spyrja mig.